það alltaf erfiðast að byrja sko. Það að segja, allir ég byrja ekki bara á að tala fari ekki bara beint í að tala þetta verk sem var á sýningu í Recklinghausen og fer þennan sýningarhring sem að ræða, ég veit ekki alveg hvert og hvað, en á nokkur söfn. Og þessi mynd var til á svona nokkrum árum, frá 2005 til 2006 stendur og hún heitir Indigo-nótt og náttúrulega á svona mynd í flestum tilfellum að virka þannig að þú getur notið hennar sem yfirborðs, það er að segja þú getur, ég vil að myndirna mínar sé þannig að þú getur skoðað þær aðeins að vera upplýstur nokkurn hlut, en svo getur þú farið innar og innar í það þar til svona nokkurn veginn endalaust. Og hún hefur allavega fengið góð viðbrögð hjá gagnrýnendum, hún hefur verið sýnd nokkuð úti og svona, þannig að kannski þetta yfirborð allt í lagi. En hún hugsuð út frá svona einhvers konar existentialisma eða svona lífshringrás, og byggingin á henni eins og margar myndana minna tengdar bæði listasögunni og svo leita ég talsvert í kómiksblöð allavega frá minni tíð, svona sennilega þau orðið miklu flottari núna í dag heldur en þau voru þá, eða öðruvísi að minnsta kosti, að þær eru oft í seríu með þessum, ef að maður líkir þessu við kúbismann, þá í staðinn fyrir að gera hreyfinguna í einni mynd, þá kannski svona kúbísk nálgun frá öllum hliðum í hugmyndinni, þó hún sé kannski flöt, og svo líka með því að gera svona teiknimyndaramma eða svona, það skapast viss hreyfing við það og líka endurtekninguna. Við þekkjum náttúrulega öll að ef að hlutur endurtekinn, þá það aldrei sama bilið og hluturinn sjálfur gerist, þá heldur verður þetta einhvern veginn skrítin frásögn af sjálfri fyrirmyndinni eða eitthvað svoleiðis sko, og þannig speglunin oft, en hún tengist líka gömlum hugmyndum guðlega guðalínuna og einhverja svona hversdagslínu sem við lifum á, og kannski þannig að hellinum og hellisopinu og svo framvegis. Þessi mynd, þá sett ég hana, þetta menn kallar þetta alltaf oft sjálfsmyndir, sem í raun og veru hugmyndin þó að sé karlmaður, og oft að eða menn getur kannski þekkt mig, ég pósa nú ofta sjálfur þegar karlmaður, þó ég fái stundum mótil þegar kona, þá þetta í raun og veru áhorfandinn eða sá sem að horfa á þetta, en hann kannski fær það ekkert á tilfinningunum og horfir á þetta sem mig, þannig að myndast líka svona einhver tvískinningur þar. Og ef að menn rýna í þessa mynd, þá sjá þeir að það svona fölur grænn tón sem hefur form Íslands undir rassinum á honum, og þetta byggð á svona, í grunninn sæki ég hugmyndina í svona 19. aldarlist kannski, við nefndum Kalela á þann, til dæmis Kalela eða eitthvað sem tengir rómantíkina kannski ævintýri, dauða sem náttúrulega nærtækur fólki á þessum tíma, vegna sá ekki til líf og annað slíkt, og meiri hluti barna kannski dó og svo framvegis. En þetta svona eins konar hringrás í endurtekjana fuglana aftur og aftur, og ákvað að setja svona norðurljósa liti yfir alla myndina, þannig að hreyfingin líka í norðurljósunum, og það eins og vetur, og vetur á Íslandi oft þannig sko, og kannski einhvers staðar Norðurlöndum að minnsta kosti, þannig að vetur og sumar eins og einn dagur og nótt þannig lagað sko, og í okkar Eddu og Heimskringlu sagt frá
frá hvernig bjart og fagurt goð mætir dimmum trölladurg og úr því verða dagur og nótt sko. Þannig að þetta fyrirbrigði hefur miklu sterkari merkingu hér heldur en víða til dæmis suður frá held ég. Og ég að hugsa þetta svolítið eins og dag og svona myndin færist yfir í sumari sem okkar dagur einhvern veginn. Þannig að þetta í raun og veru að gerast með norðurljósunum, þá svífur þetta. Þannig að þetta náttúrulega málverk og stór hluti af merkingunni málverki sjálft. En kannski vegna þess að ég alinn upp á konsepttímanum líka þá höndla ég ekki málverki í byrjun nema ég hafi, og yfirleitt ég með mjög margar skissur og í stærri verkunum þá kannski hellingur af skissum sem sameinast í einu svona stóru málverki og það getur alveg verið skissa frá einhverjum hverstigi yfir í eitthvað góðsögulegt fyrirbrigði. Og hér til dæmis ef að menn horfa á þessa mynd þá sjá þeir að það svona punktar sem eru stjörnur eins og þær eru á íslenskum norðurslóðum, kannski Skandinavíu líka, eins og stjörnumerkin eru þegar nóttin lengst, það segja 21. desember. Þannig að þeir sem þekkja stjörnumerkin myndu sjá það. En svo eru svona stórar silfraðar stjörnur yfir og þær eru tengdar stjörnukallingunni eins og við þekkjum það á kirkjuhvolfum. Það var svona oft gullpuntar á bláum himni sem í raun og veru þessi tenging eiginlega til þess að gera styttra til Guðs eða eitthvað svona. Og þannig var reyndar ein mynd eftir mig sem ég hafði á Þingvöllum heilt sumar á berginu við hliðina á Öxarárfoss. Þar málaði ég ský 16 fermetra sem var hengd á bergi bara eins og mynd og var eins og til þess að opna inn og hún hafði þá tvöföldu þýðingu fyrir mig allavega. Þetta ekki alltaf nauðsynlegt fyrir fólk að vita. Þetta væri bæði eins og stutt í guðdóminn og stutt inn í bergið, inn í öll tröll og allt slíkt sko sem og þetta að hluta til það sem ég sagði að væri kúbísk merking en í allt öðru formi og orðið kannski stærðfræðilegra. Ég nú nýbúinn að lesa stærðfræðingarna sem urðu fyrir áhrifum frá kúbismannum sem var mjög skemmtileg lesning sem algebran og fleira fæðist út úr. Þetta kannski tengt því held ég svona inn við beinið á þess að þetta var nú áður en ég las bókina en ég sé þetta hefði getað verið myndskreiting í bókinni. En þetta svona inngangur sem held ég geti opnað einhvers konar leiðin í þetta svarthol sko fyrir. En hérna ein sem heitir Augu veraldar og ég teki bara þess að stóru vegna þess að þær eru svo flóknar sko og maður veit varla hvað maður á að byrja en þarna var ég nýlega búinn að lesa stóra bók ætingu sem margir þekkja og ég held að hún sé bara nánast í annarri hverju listfræðibók ætingu eftir dýr sem heitir melankólía. Það kona sem situr svona og dýr og fleira lýsislampi og annað slíkt og það náttúrulega mikið byggt upp á talnakerfum þar og hún eiginlega öll byggð upp á tölum þessi og það miklu meiri geometri og tölur í myndunum heldur en það lítið út fyrir vegna þess að hafa yfir sér ævintýrablæg og í raun og veru þá ákvað ég bara fljótlega ég datt mjög fljótlega inn í vegna þess að ég hafði verið að gera þannig myndir að ég var bara tekin inn í nýja málverki þó hefði ekki beinlega, ég vissi jafnvel ekki að vera til þegar ég fór að sýna með þessum fyrstu nýmál eða þessum þekktu nýmálurum. Og ég var eiginlega samstundis
skeptískur á marga þætti og ég fór að skoða til dæmis prírafi að líta eitthvað sem var nógu bara anskoti langt frá þessu og fór að lauma inn svona bara svona dekoratífum hlutum. Eitt dæmi var til dæmis að á lærdómsárum mínum þá máttu menn helst ekki ramma inn og hafa jafnvel blindram og eitthvað sem var svona gamla listin gerði og ég tók þá afstöðu, ég veit ekki hvers vegna en að til þess að bara ganga á skjön við þetta þá að ramma einmitt inn og svona og setja gleri við pappírsmyndir og þegar allir þessi Siggi, Kiddi og Hreinn voru með frumformin og frumlitina þá bætti ég kannski 4. og 5. formin inn í og 5. og 7. litnum og svona. Þannig að ég trúi ekki á heilagan sannleika í neinu í lífinu og allra síst í listinni. Þannig að ég komst að einhverjum sannleika sem hefur bara flytt mér ágætlega sko. Og þetta sem sagt byggt upp þanniglega svipað á hinn myndin en ef að menn horfa vel á þetta þá þetta svona í grunninn verið að nálgast altaristöflunar, þetta með miðju og vængjum sem passa ef þeir eru lokaðir yfir eða stærðarlega séð og bara til þess að segja eitthvað sem fljótt og auðvelt að segja þá hérna kannski drengur á svíni sem bara svona og hvítt blóm baldursbrá og svona tiltölulega eðlilegt eða afslappað. Hérna megin svínið með smá hnífla og það svona smá glott. Það sko kannski sjámenn þetta ekki og myndin svo sem alveg nóg í sjálfu sér án þess en þetta oft svona hlutir í mínum myndum sem allavega fyrir mig skipta máli og hafa mikla merkingu þanniglega séð en ég bara orðið margfallega vitna því að enginn sér þetta þannig að það eins og það skiptir ekki máli. Hérna líka, ég man nú ekki alveg hvað tegund af blóm þetta en þetta svona blóm sem að tengja mér að nóttunni og ef menn horfa á litina þá eru hlýir morgunlitir hér og rauðir kvöldlitir hér og þetta hefur allavega merkingu fyrir mig á meðan ég að mála þetta. Svo eru fossarnir 7 upp og þetta sama landslag. Þetta sko, ef þið horfið á þetta, það var nákvæmlega sömu hólar nema hvað þetta hefur allt roðablæ. Og sér þó maður geti ekki kannski sagt hvaða tegund þetta en þá þetta svona smáfugl sem svona við eyra á hvorum báðum en mig minnir ég að við ætlast til þess að þetta væri sami fuglinn. Og skýin eru 7 minni mig og sko allir þetta eru allt drengir sýnist mér engin stúlka. Þeir eru allir á svona dýrum svona eitthvað sem svona jarðnest og tengt ævintýrum og tengist náttúrulega svona sögum eins og mér minnir hafi heitað Siggi Viðutan sem setti smjörið á hausinn þegar það var sólskin og eitthvað gerði alltaf allt vitlaust vegna sem hann var skammaður og svo hermdi hann eftir því sem hann var skammaður fyrir og það var svona, gekk allt út á röng viðbrögð eða rétt, það eftir hvernig maður lítur á það en röng miðað við kerfið sko en rétt miðað við fegurðina býst ég við. Kannski eins og Hans Klaufi líka og þessir sem eru hérna í skýjunum þeir eru það sést mjög illa en gæti virkað eins og skemmdir en þá svona lekur sífellt, þetta náttúrulega hringrás altaristöflunar og þá lekur hérna vatn úr kerum sem eru endalaus og eitt úr hérna hörpuskel. Þetta eins og gosbrunnur í raun og veru en heldur náttúrulega öllu í jafnvægi og þetta hérna ég setti þetta í svona ævintýraform. Það þekkja margir myndir eins og Tizian sem eru mjög flotta myndir uppskeruhátíðar Tizians. Það sem fólk eins og á svona hreyfingu sem ég reynir pínlítið að búa til hérna
og hreyfingin fólgin meðal annars í því að menn eru að drekka, dansa og gera allt sem í raun og veru bannað en má kannski á einum uppskerudegi, njóta ást og svo framvegis. Og þetta hjá mér hugsun að þarna lifni einhvers konar ævintýri smá stund sem svo þagnar. Og svo þessar persónur, það náttúrulega fyrsta sem fólki dettur í huga, þetta sé svona uppstigning. Það náttúrulega Lilja eins og Gabriel sagður hafa fært Maríu á boðunardeginum. En þetta getur, ég læt þetta vera venjulegt fólk að sjá allavega, kannski fólk sjá ekki einu sinni þetta sé venjulegt fólk, en ég satt sjálfur fyrir hjá mér og svona. Og þetta líka skylt þessari rómantísku mynd þar sem, ég held að margir þekki þá mynd þar sem ungt par að hoppa fram hjá bjargi og í raun og veru í lausu lofti. Mjög svona sérstök en sterk mynd, en ég held ekki þekktur listamaður þannig lagað, ekki það ég viti. En hún þarna líka á bakvið. Mér finnst oft gaman, og það hluti af baráttunum minni við nýmálarana og konseptið á þessum tíma. Það að leita í 19. öldina með jákvæðum formerkjum, vegna þess að módernismin, þetta var öldin sem módernismin hataði, og þá hugsa ég, þá hlýtur eitthvað að geymast þarna. Symbolismin sem eiginlega hlutur af ferningnum hans Malevich. Malevich var að mála symbolist verk til held ég 1912 eða eitthvað svoleiðis. Og eitt af því sem gerir kvalitet í svarta ferningin þessi árekstur. Klíman hans við symbolisma, merkingu litana, trú og annað slíkt verður niðurstaða þessa fernings í staðinn fyrir að kannski þriðja kynslóðin merkir hann sem hreina fagurfræði. Að mínu mati sko. Þess vegna brá mér illilega þegar ég sá Malevich sýningu í Amsterdam og svarti ferningurinn var í einu herberginu og stærra blað með að útskýra sögulega staðreynda sko, sem ég finnst vera dæmigerð listfræði uppsetning. En þetta tvennt sko skýrir kannski einhverju leyti það sem öðruvísi en hjá mörgum listamönnum, að þú færist alveg frá eitthvað sem gerist á skrifstofuborðinu. Þú hefur bók til dæmis, getur fært í tíma, þú heyrir í útvarpinu eitthvað, segir frá svartholinu eða eitthvað svona. Og fyrir mér var hugsunin í byrjun sko að þetta eins konar tungumál. Þar segja, sko börn segja A, B og C og svo staklaði sér smá saman fram og þurfa að hugsa hver merkinga já og nei og svo framvegis í nokkur ár. En svo verður þetta þeim eðlislegt, þannig held ég að sko við hefum heim allavega sem hefum lesið og svona, við hefum rýmri heim heldur en þeir sem aldrei hafa lesið. Og að ég allavega vinn svona eins konar kollass úr því. Ég tek alveg jaft blett fyrir utan húsið hjá mér og geri eitthvað svona tengt þessu, þannig að ég álít svolítið myndverkið mitt sem sko heild, þannig að sko ef einhver kaupir eitthvað eitt verk þá ég með hann rómantíska huga, þannig að sko þá hann mér að hjálpa mér til að lifa og hann á eitt bút úr þessari veröld eða hefur sér aðgang á hann. En ég held að þetta sé svolítið öðru sem margir hugsa reyndar í dag sko. Enda ég man alltaf eftir að ég sá í MoMA sýningu með Donald Judd og gagnrýnin á hana, í gagnrýninni stóð að Donald Judd sagði að enginn hefði meiri yfirverð, hann var að gagnrýna að hann væri með sömu formin aftur og aftur, það sér kannski 3 möguleika eða eitthvað svona í myndlistinni. Og gagnrýnandinn hafði eftir Donald Judd, já það ræður engin meira við en takmarkaða form, sem kannski alveg rétt. En ef maður býr bara til heim þá ræður maður annarkvort við hann eða ekki, maður verður eins og einhvers konar Don Quixote
bjarga veröldinni sko. Já, sko, það eru nokkrar af mínum seríum. Ég hef verið að mála portréttseríu af sjálfum mér sem meter í mörg ár. Það sem ég nota alltaf sama, ég hef bara útklift formið af sjálfum mér, en svo mála ég það svona eins og ég fyrir framan spegilinn. Og þá breytist bara eitthvað sem ég sé eða málara kunnáttan breytist eitthvað. Og ég er að gera portréttseríu sem heitir Manngerði og svo eins og þú vísar í kannski morgunverðarborði, kartöflu eða eitthvað svona. Í upphæð þá ég byrja á að segja öllu 80 þannig lagaði, fyrst kannski hægt og svo verður þetta örara þegar þetta búið öðlast svona einhvers konar þegnurétt í þessu. Og bæði uppstillingarnar og portréttin. Uppstillingarnar byrja ég á, núna sagði ég bara hreinlega við mig, heyrðu, núna mála ég appelsínu sem hefur enga merkingu. Vegna þess að ég er alltaf truflaður af þessari merkingu og ég ætla að reyna að losna undan því. Svo málaði ég appelsínu og þá fór allt í einu þetta sama aftur að gerast, þannig að ég fann að appelsínan átti fullan þegnrétt þannig lagað sko. Þannig að klíman við að hún væri úrelt form eins og portréttin, að það væri bara málara sem væri að vinna sér peninga. Ég forðaðist að ég fór á bar og valdi módel en ekki að taka formann Sjálfstæðisflokksins eða eitthvað svoleiðis eða biskupi. Það var til þess að geta bara málað venjulegt fólk á portrétt og portrétt af hennu sem var úrelt form og til þess að sjá hvort það hefði merking, vegna þess að sko ég trúi ekki á að eitthvað missi merkingu, til dæmis ef að konseptið er úr tísku núna, ljósmynd úr tísku, málverk úr tísku. Ég trúi því ekki, það er persónan sem getur glætt hvaða efni lífi ef að sko það er hans viðfangsefni og þannig kemur þetta sko að kannski appelsína virðist vera eins og verk eftir bara hvaða frægast kyrralífsmálara sem væri. Þá sér hana endurtekna kannski í einhverjum svona stóru myndir. Stærri myndirnar eru miklu flóknari, litlu oft eru eitt konsept eða eitthvað svona, eða ein svona hugmynd sem breytir samt alltaf í meðförunum. Mér finnst alltaf mikilvægt og kannski gamaldags en í ljós þess að ég sé ekkert er gamaldags í sjálfu sér, það er eftir því hvernig þú handleikur það. Það er að tíminn er svo mikilvægur í málverki, jafnvel fyrir svona málar eins og mig að sko fyrirsætan sem ég er að mála portrétt af, hún kemur aftur og aftur til mín og sko svona eitt skástrik getur þýtt að þú nærðu merkingu í hann eða eitthvað svona. Það eru flestir sem er að gera portrétt í dag, þeir eru að gera hálfgert grín eða finna eitthvað svona snarpan veruleika og mála eftir ljósmynd eða setja saman. Þannig að þetta er allt öðru, tíminn er stórt element, venjulega eru þetta 2-3 ár stóru myndirna mínar og líka oft litlu, en þess að þá er ég að grípa þær og leggja þær frá mér og ég veit ekki hvort þetta, ég man ekki einu sinni hvað spurningi var. Eiginlega bara, þú veist, það er náttúrulega rosalega fínt komið sko, finnst mér, mjög fínt. Svo er þetta náttúrulega bara eiginlega aðalspurningin er bara þú veist, bara þarf ekki að gera þig kvikmynd. Ég meina það er svo margt að segja frá sko og þú veist, og einmitt þessi svona lestur í verkin. Já, ég man einmitt eitt sem ég ætlaði að segja í appelsínu tilvikinu að svo sérðu hana kannski seinna í svona málverki og þá er hún þegar orðin svona visuált tengd líka. En það er sama með portrétti, ég læt alltaf ávöxtin sitja fyrir sem er mjög ólíkt mörgum málurum í dag sko. En hins vegar var ég að lesa Lucian Freud viðtal eða Man with the Blue Scarf, eitthvað svoleiðis heitir hún.
og þar lætur hann sín módel sitja 100 sinnum fyrir eða ég veit ekki hvað þannig að